Loftslagsmálin eitt helsta viðfangsefni samtímans og við í Sjálfstæðisflokknum teljum að gildi okkar stefnu eigi fullt erindi inn í umræðu þessi mál. Við hugsum í lausnum, Sjálfstæðisflokkurinn tekur þátt í þessari umræðu og hluti af lausninni. Vertu með okkur, það skiptir máli. Sælu blessuð, þetta þátturinn Loftslagsráð. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Eins og þáttar heitið gefið til kynna þá fjöllum við loftslagsmál í þessum þætti en líka umhverfismál í víðara samhengi. Í dag ætlum við að fjalla það sem fellur til vegna neyslu okkar, nefnilega sorpið. Hvernig getum við verið betri og ábyrgari neytendur? Hvernig getum við aukið nýtni leið og við minnkum sóun? Hugum að endurvinnslu og flokkun, plastinu sem veldur usla til sjós og lands og ræðum líka græn jól. Nú þrátt fyrir umræðefnið þá eru gestir mínir ekki í neinum ruslflokki. Þetta eru þau Gunnar Dofri Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum og samfélagsvirkni hjá Sorpu og Áslaug Hulda Jónsdóttir frá Pure North Recycling sem íslenskt fyrirtæki sem endurvinnur plast með umhverfisvænum orkugjöfum. Áslaug líka formað bæjarráðs í Garðabæ en bærinn hefur stigið ný græn skref á kjörtímabilinu. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Já, nú hefur umhverfisvakning síðustu ára umbylt mörgu til góðs í samfélaginu. Hvernig, en svona ef við horfum bara til dagsins í dag, hvernig erum við að standa okkur? Erum við að flokka rétt og endurvinna allt sem hægt Gunnar? Við erum aldrei að endurvinna allt sem hægt það er, held ég sé, nokkur mörg skref í okkur takist það, en það auðvitað þangað sem við stefnum. Og það gleymist oft í þessari umræðu að úrgangur auðvitað ekkert annað heldur en birtingamynd sóunar. Ef þið talið við ykkar og afa, ef þau eru enn á lífi, það var engin úrgangur á Íslandi fyrir einhverjum 100 árum. Það þekktist ekki. Það var allt sem féll til var gjörnýtt. Þess vegna íslenska matarhefðir svona óspennandi. Þetta allt eitthvað sem það þurfti að nýta hvern einasta bita sem var til og þá flokkuðu fullkomlega. Þá endurunnum við bara eins og þjóðverjar sko. Þannig að það sem við þurfum svolítið að gera við þurfum ekki að fara aftur 100 ár í lífskeiðum en við þurfum að fara betur með hluti og við þurfum að draga úr þessari sóun því sóun aldrei eftirsóknarverð og sóun hefur svolítið verið fylgikvilli þess uppgangs og þess vaxtar sem hefur orðið upp á síðkastið en það er bara verkefni því við viljum í þessu eins og öðru við viljum meira fyrir minna við viljum draga úr sóun það kannski svona aðal viðfangsefnið í þessu. Það svolítið eðlislegt í mannskeppnunni að við hugsum aldrei hvað verður eitthvað þegar það farið frá okkur og sorp eitthvað sem að maður nú ekki mikið að hugsa enda eðli mál samkvæmt óspennandi og maður bara svona það eins og þetta hverfi inn í eitthvað tóm þegar þetta farið ofan í ruslatunna en til dæmis ef við horfum á loftslagsmálin að við ræðum, það ekki mikið rætt að við tölum flugvélar, samgöngumáta og alls konar starfsemi en við ræðum aldrei til dæmis sorp og loftslagsmál og hvaða áhrif það hefur. Nákvæmlega og alveg svo Gunnar Dofri kemur inn á, það er mikilvægt við flokkum en þegar við erum búin að flokka þá verðum við líka að vera vissum að það fari réttan farveg og þar hefur verið misbrestur á hér hjá Íslandi sem við verðum bara að breyta og sko að því að úrgangur þetta svo leiðilegt orð en þetta skiptir máli og mikið af úrgangi eru bara afurð sem við getum annarkvort endur notað eða endur nýtt og sko frá árum 2018 þá úrgangur ber ábyrgð 3% af losun gróðurhúsalofttegunda í Evrópu og þetta rosalega háar tölur og þetta hefur gerst rosalega hægt þetta hefur frá árinu 1995 hefur þetta lækkað einhver 33% en við getum gert miklu betur og mest af þessari mengun kemur bara frá urðun lífræns úrgangs og því miður þó við erum komið gæju sem gas- og jarðgerðarsorpu sem skiptir miklu máli í þessu samhengi en við erum samt ennþá ekki fara nógu vel með þennan úrgang þannig að það eru svona atriði sem við verðum að skoða í samhengi og þannig að það er fullt af tækifæri, við getum gert miklu betur. Það er ræskjami sem maður aldrei að gera í útvarpi. Jú, þetta er heimilislega þáttur. En að því kemur hann á gæju, það gleymist einmitt í þessu, ef við tölum bara hundleiðilegar og hráar tölur, þá ef við skoðum losun á ábyrgð stjórnvalda samkvæmt Parísarsamkomulaginu, þá eru það cirka 3 milljónir tonna af koltvísýringsígildum. Úrgangur 200.000 af þessum tonnum, give or take, þetta eru ekki nákvæmar tölur.
gæja og bætt meðferð úrgangs, hún sker þetta niður 90.000 tonn sem eru svona cirka 10% af því sem stjórnvöld ætla að gera fram til ársins 2030. Þannig að þetta er eitt fyrirtæki og þetta eru 6 sveitarfélög sem er að taka saman höndum þetta og þetta ef við förum í skilvirknina á þessu þá er þetta svo margfalt ódýrara heldur en orkuskipta á landi. Að því ríkissjóður afsala sér 1,5 milljóna fyrir hvern rafbíl sem kemur á göturnar reiknaðu upp í 90.000 tonn þar ef að hver blæs úr 2-3. Þannig að skilvirknin þarna er ótrúleg. Þetta skiptir rosalega miklu máli og svo bara annað þegar við erum að tala svona tölur endurvinnslu í loftslagssamhengi þá verðum við svona að taka allt undir, ekki bara þetta heldur bara auðlindanotkun, öll losun sem verður bara vegna framleiðslu, flutnings og bara allt sem fylgir því og að ég er nú í plastgeiranum, fyrir hvert tonn sem við endurvinnum í Pure North af plasti spörum við 1,8 tonn af olíu. Því það er svo rosalega olíufrekt að búa til nýtt plast og ef við setjum þetta í stærra samhengi að á Íslandi falla til 40.000 tonn af plast á hverju ári og þetta er náttúrulega rosalegar tölur þannig að bara það sem fellur til á Íslandi myndar eftirspurn eftir 72.000 tonnum af olíu. Wow. Skilju, ef við setjum þetta og ef við setjum þetta bara sem samaburð þá er olíunotkun á Íslandi 88.000 tonn á ári. Skilju, þetta er allt tölur frá 2018. Og þú veist, og þá er ég að meina, þú veist, og inn í því eru allar samgöngur, veiðafæri, bara allur pakkin sem við erum að tala Þannig að við setjum þetta í svona samhengi, skoðum stóru myndina og það er svo mikið þetta sem okkur er vantað. Við tölum bara svona, jú, við erum að flokka, jú, veist, en kerfið okkar í dag, ennþá því miður, virkar þannig að jú, við erum miklu duglegir að flokka. Og Sorpa á mjög góðan bara heiðurskilin þar og bara fagráðum endurnýtingu og úrgangsmál er svona það svona vettvangur þess margra aðal í þessum bransa er að gefa svona samræmdar norrænar merkingar til að auðvelda okkur þetta en það er ekki nóg. Við verum að taka þetta lengra til að komast inn í þessar tölur að við séum raunverulega að spara okkur hjálpa umhverfinu. Svo er það þannig að maður finnur það oft í fólki þegar er talað endurvinnslu sem er að sjálfsögðu af hennu góða en sko, þessi bolti rúlar ekki endalaust, það kemur að því að varan gengur úr sér og sama með urðunina, þetta bara fer hún í jörðina, ruslið heldur áfram að vera til og við Áslaugum mitt fórum einu sinni í heimsókn til ykkar í Sorpu og þegar maður stendur hann í gryfjunni og horfir upp að þá er þetta er yfirþyrmandi og þetta verður þetta ekkert leyst nema með því að koma einhverjum böndum á neysluvenjur okkar og það verður mjög erfitt. Maður finnur þetta ofta sjálfum sér sko líka að við erum uppfull af alls konar þörfum, mest gerfiþörfum og við berum gríðarlega, ég vil kalla okkur bara orðin svona ofneytendur, svona super consumers eitthvað skonar og hvað segið þið það, hvernig getum við breytt þessu til dæmis bara með bættri nýtingu og minni sóun, hvað þarf maður að hafa í huga bara á sínu einu heimili? Mér lukkar kannski fyrst aðeins, þú ræðir þetta því að þú ert að segja, jú, við þurfum að gera betur í sóun og svona sem einstaklingar en ég held að einstaklingar, við finnum það bara í Garðabæ, íbúarnir, ég finn það í gegnum Pure North, hjá atvinnulífinu, það er miklu meiri áhugi og vilji til að gera betur en það sem okkur vantar er farvegurinn. Ég meina til hvers að vera að flokka, hvort svo út fyrirtæki eða einstaklingur þegar þetta er öllu safnað saman, ekki flokkað rétt til að það geti farið í endurvinnslu og svo fyrir þetta allt í brennslu einhvers staðar í Evrópu eða jafnvel að enn verið eitthvað annað. Af hverju, það er þetta sem vantar. Hvatarnir í kerfinu, við erum með frábært apparat sem heitir úrvinnslusjóður sem er svona það sem þú borgar inn tekið af sköttum og að fara aftur í þetta til þess að búa til þetta hringrásar hagkerfi. En þetta kerfi sem næstu 2 milljarðar fari í gegnum okkur í einasta ári er ekki betri en þannig að það er ekki hringlaga, það er bara bein lína. Þannig að allir hvatar, þannig að til dæmis fyrir bara blandaplast, svo ég komið dæmi, ef þú tekur blandaplast og flokkar það einhverju vel til að senda til útlanda, þá fyrir 130 krónur á kílóið. Ef það kemur til mín, þá má ég ekki nota það heldur ég fá 30 krónur eða 48 krónur með einhver álægi. Ég meina, þannig hvatinn, þannig að fyrir alla sem er í þessu, er að safna, það er miklu betur fyrir þá að senda þetta úr landi og bara málið dautt, það er ekki að hafa neina ágjörð að þessu, heldur en að vera raunverulega að taka ábyrgð og búa til virðiskeðina hér, búa til afurðirnar, skilja verðmætin eftir hér. Þetta er stórt mál sem þú ert að segja. Ég veit, þetta er risastórt og fá þessar tölur til dæmis, að ég meina, við erum með stór
viljum fara langt í þessum loftslagsmálum en við erum á sama tíma, þannig eru bara mikið magna tölum sem við getum nýtt okkur inn í okkar loftslagsbókhald en erum ekki að gera, af því að kerfið svo seint og þetta agalegt. Og þarna komum við inn á hvað það sem að við getum gert bara heima hjá okkur, að því þrátt fyrir að við getum sko, búið til fljótandi kjarnorkuskip sem heita kjarnorkuver sem heita flugmóðurskip og komið fólki á tunglið, þá staðreyndin svo að við þurfum að flokka á heimilum. Það er ekki raunsætt í dag að allt það sem flokkað, ef þú setur allan úrganginn bara í eina hrúgu og skilar honum til Sorpu eða hvað, þá fer illa fyrir honum. Þannig að það sem við þurfum að gera til að mæta þessum vanda á heimilum sem þú teiknar hérna upp, sem sko, vissulega fer töluvert af því sem fer frá okkur í brennslu, en það sem ekki fer í brennslu það sem best flokkað. Þannig að fókusinn og við erum með pálmann í höndunum bara hvert og eitt að flokka betur það sem að við látum frá okkur, að taka plastið frá, taka pappírinn frá og þú veist, það hjálpar að skóla þetta en það er engin dauðasynd þó svo það leynist einhverjar örlitlar matarleifar í kjúklingabréfinu. Þetta eru svo stórir póstar. En þegar við segjum brennslu, það ekki þá þannig að þá fer þetta til Evrópu, sumir hafa nefnt Svíþjóð og tilgangurinn sá að ná einmitt olíunni úr plastinu sem svo notuð í húsahitun? Jú, það er framleidd orka úr þessu, þannig að það er ekki besta leiðin til að meðhandla þetta, en sumt og þar kemur kolefnisspor þá í leiðinni sko. Já, en það kemur í staðinn fyrir oft sko olíukolefnisspor. Já, en svo segjum við aftur gall í kerfinu. Þetta svolítið svona of trikki umræða. Já, og gallar í kerfinu, því þú far greitt til dæmis frá Úrvinnslusjóði með því að flytja efni tróðfullt af alls konar drullu og drasli, það bara allt vigta sem ein heild og greitt fyrir það til útlanda, en það greitt bara fyrir plasti sem endurinn á Íslandi eftir að það búið að vinna þú á miklu hreinna. Og ef við tökum til dæmis bara svona gám af heyrúlluplasti og fyllir hann, þá sko 30% af því plast og heitir óhreinindi. Þannig að við erum að flytja úr landi rosalega mikið bara drasli, drullu og steinum og alls konar. Þetta kostar líka, þetta kostar kerfið. Og ekki nóg með það að svo við komum aftur á flokkunina, við erum að standa okkur betur ár eftir ár, við erum að henda minna og við erum að flokka betur og við erum að aðskilja úrgangi betur í strauma. Bara gott dæmi það að að meðal íbúi höfuðborgarsvæðisins hendir og haldið ykkur fast 130 kílóum af rusli á ári. Hvað tekið í bekk? Þetta eru 260 kílóa ketilbjöllur í sikkvara höndina og svo gott betur en það. Og inn í því mjög mikið af pappír og plasti. Þannig að það er ekki einu sinni það að við þurfum að fyrsta skrefið sem við þurfum að taka ekki bara að draga úr, heldur bara aðeins að taka þessar 5 mínútur við eldhúsverkin. Þetta allt ákvarðanir sem eru teknar í eldhúsi, þessar flokkunarákvarðanir, og bara gera þetta aðeins betur, þá náum við rosalega miklum árangri. En þá komum við aftur svolítið líka þessum hvötum og þar bara ég sem sveitarstjórnarmaður ábyrg og hefur nú verið að reyna að tala fyrir þessu, en það svona kerfi gengur oft hægt að þú veist, auðvita á bara ef að Gunni á móti mér bara rosalega duglegur að flokka og bara raunverulega að hugsa þetta og flokka vel, fyrir mikið á grenndarstöðarnar og gera þetta vel, þá að hann ekki að borga sama sorphirðugjald og skatta og ég, ef að ég væri bara algjör sóði og flokkaði ekki neitt. Og ekki nú verið að tala um einhverja snjalltunnur og nýta tæknina kannski til sem þetta... Og þær eru komnar. Við erum komin hér með, bæði í atvinnulífið og bara nokkur fjölbýlishús ný, það sem bara eftir vikt og það rukkað eftir vikt. Og við þurfum að fara að taka þetta þangað, þannig að þú segir, bara money talks. Þú veist að því að leiðut fann að borga fyrir eitthvað, þú veist, þá gerur það síður, en leið og segir, hey, það bara hvatinn líka fjárhagslegur, þá fáum við kerfið í gang. Og svo annað varandi flokkunina, því að þú veist, það rosalega flókið að flokka, eins og plastið. Og það hefur gagnrýnt einmitt að flokkun sé ekki nógu samræmd, og sveitarfélögin hafi verið að gera þetta einhvern veginn hver með sínum hætti. Er það ekki líka stór hluti af vandamál? Það er rosastórt vandamál, því komið inn á fenúráðan, það er fagráð endurnýtingu og úrgang sem svona, og það er búið að búa til í Danmörku, risastórt, rosalega flott, bara merkingakerfi, bara flokkunarkerfi. Og nú er búið að þýða þetta hérna á íslensku, ensku og pólsku og búið til merkingar og verður bara kemur núna einhvern tímann fljótlega eða er komið og þá getum við fara að nýta þetta. Og það sem þarf að gerast líka að framleiðendur, hvort sem hérna á Íslandi eða í Skandinavíu, setja á vöruna sína. Þannig að þegar þú bara ert að flokka, þá lítur þú sér, já, það er þetta merki og veist hvert það fer. Þetta er aftur að sér að tala um. Ég held að viljinn setja staðar og metnaðurinn, en farvegurinn er svo flókin. Við erum ekki að gera þetta nú auðvelt fyrir fólk. Hvernig horfið það við ykkur hjá Sorpu? Hafið þið fengið einmitt kvartanir út af þessu að fólki finnist einhvern veginn skilaboðin misvísandi? Kvartanir það er kannski frekar að öll okkar skilaboð verða flóknari.
af því að þegar þú ert að tala inn í mismunandi hópa sem eru með mismunandi kerfi, að þá þarftu að hantera þín sko flokkunarskilaboð með mismunandi hætti, þannig að það er áskorun, þannig að við bindum vonið við að þessi nýju merki muni einfalda þetta og svo allt samræmi hjálpar, það að því þetta við erum störfum hlaðin hérna á 21. öld með allt sem við þurfum að fást við, hvort sem það er jólaundirbúningur eða húsnæðislán eða nefndi það. Þannig að þegar við stöndum frammi fyrir vafa um það hvað við eigum að gera við ruslið okkar, þá bara hættum við. Ef ég er í meir en 30 sekundur áttam á því hvað ég á að gera við það sem ég er að fara að henda, þá fer það í almennt rusl. Þannig að það er áskorun fyrir framleiðendur og það er áskorun fyrir okkur sem erum að miðla upplýsingum þessi mál að hjálpa fólki. Þetta á að vera bara eins og að drekka vatn. Og ef við tölum bara svona, þú talar framleiðendur, hvað við getum í Ísland sem hefur allt til að vera til fyrirmyndar í þessi málum. Og ég meina við byggjum allt okkar á sjávarútvegi og ferðaþjónustunni, þetta kemur allt aftur. Við eigum að taka þessa hreinleika ímynd aftur og geta sagt og bara í framleiðslu, bæði það að geta tekið meira því sem fellur til og endur unnið það og búið svo til vöru hér á Íslandi úr þessum endurvinnanlegu vöru. Og ég meina það er bara góður business í dag að vera umhverfisvænt, þannig að það er ekkert ástæðulausu og Nike og Adidas og allir þessi stóru aðilar að nota endurunni efni miklu meira mæli og þetta þurfum við svolítið að fara að horfa til meira hér og ég held og maður finnur áhugann, það er ýmislegt í gangi. Og það er sífelld eftirspurn bara úr samfélaginu eftir því að geta verið umhverfisvænt. Það er mjög jákvæmt. Aðeins að þú nefndir sjávarútveginn og þá fer maður aðeins að hugsa aftur plastið og plastmengun hafsins sem eru þetta risastórt orðið umhverfismál og vandamál sem að þjóðir eru að glíma við heim örplastið og þið þekkið þetta allt saman og það sem að manni kannski svíður mest í þessu er það sko plast í sjálfum sér getur verið mjög gott efni og hefur leyst af hólmi önnur efni sem við viljum nýta í aðra hluti en það sem er verst í þessu finnst manni þetta framleiðsla á einnota og fánýtu drasli úr plasti og það er mitt leiður hugana því að eins og þið nefnið þetta er að megin uppistöðinni olía sem er takmörkuð auðlind sem við getum verið að nota í miklu betri þarfir heldur en að búa til draslin í kinderegg eða leikfeng og tannlæknastofum eða bara nefniði hvað annað er búið til börn eiga miklu betri leikfeng heldur en það þetta endar í ruslinu aðeins þitt fyrirtæki sem er mjög áhugavert þóri að segja, Pure North Recycling þið eru að þróa ykkur áfram með endurvinnslu af plasti hér heima á Íslandi með mjög umhverfisvænum hætti í ofanálag hvernig hefur þetta gengið? Þið eru í rauninni tiltölulega ungt fyrirtæki. Já, Pure North er 5 ára og er með verksmiðju Hveragerði og þetta er bara svona mjög skemmtilegt svona í stuttu máli þá er þetta svona íslensk uppfinning, við notum jarðvarmann og bara því notum hann bara bæðið í hreinsun og hituna sem er svona rosalega og náttúrulega með okkur umhverfisvænu orkugjafa þannig að allstar, eða víða erlendis og nær allstar þór ég að fullyrða er þetta keyrt mikið það er rosalega mikið vatni, þeir eru ekki með mikið heitu vatni, þeir eru að nota rosalega mikið kemískum efnum sem við notum ekki neitt, þannig að við höfum alveg þóra að segja að við séum að endurvinna umhverfisvænasta plast á Íslandi. Það hefur gengið, það er til nóga plasti, allt og mikið af plasti, en það sem ég kannski að koma að áðan, að það er rosa vilji hjá stjórnvöldum og það er rosa vilji hjá atvinnulífinu, en það kemur ekkert til. Það við erum ennþá að fást í kerfi, eins og úrvinnslusjóð, sem er stærsta hagsmunamáli fyrir okkur, en það er bara sagt, heyrðu, þið áttu ykkur því að hér erum við með kerfi sem var búið til þess að flytja allt úr landi og þið verður bara aðalega okkur á því og það finnst mér ósanngjarnt. Þá ef ég verið að segja, heyrðu, byttu fyrirgefiði, við erum ekki að biðja neitt meira, við erum bara biðja að setja við sama borð að það sé ekki gera eitt meira með plasti sem fyrir til útlanda í brennslu heldur en endurvinnslu hér á Íslandi og hvernig er hægt að rökstyðja það sé þannig en þannig er það ennþá í dag og við höfum bara því miður bara algjörlega talað fyrir daufum eyrum hjá Úrvinnslusjóði og það er svolítið erfitt en ég veit að pólitíkin er alltaf rosa spennt en við höfum ekki, það hefur ekkert gerst þannig að ég held að því þú talar sko plasti bara víða í hafinu, við verðum líka muni í þessu auðvitað eigum við öll að minnka notkun á plasti en plastið fer ekki í sjóuna sjálfur sér og með svo gott dæmi það sem við gerðum, það sem Ísland gerði árum 1990 þá vorum við með gosumbúður hér út allt það var bara allstar eitthvað, það var algjört vesen það var bara að fara í landsátak, það var bara að fara að fengi skátarnir í lið og bara heyrðu, nú bara skilar þú gosdósunni eða plastflöskunni og þú far bara að borga tilbaka. Já, það sé umbun. Og hvað? Í dag er þetta ekki vandamál. Við sem einstaklingar tökum þetta saman, gefum stjörnun þetta eða kórnum eða það er einhver sem tekur út úr ruslatunum. Þetta þurfum við bara að gera við fleiri
plasttegundir og fleiri verðmæti sem eru þetta og þá sé ég líka fyrir mér að ef að sveitafélagi er duglegt að taka saman eitthvað flokka betur, þá að þeir bara geta notið góðs af því úrslitssjóði eða atvinnulífi fyrirtæki. Það er svo margt svona. Gunnar, það fyrir líða að lokum hjá okkur en þið eru svo hjá Sorpu fann að eru að fara að framleiða metangas og það eru alls konar tækifæri í Pure North er gott dæmi og Carbofix á orkuveitunni. Varðandi þessi loftslagsmál í heildsinni og umhverfisvænni orkugjafa, eigum við ekki alveg ótrúlega mörg sóknarfæri Íslendingar, þarna ættum við að horfa miklu meir í þessar áttir heldur en í hver aðrar. Jú, alveg gríðarlega. Það er ekki langt síðan að við gengum frá viljayfirlýsingu kaup á 1 milljón normal rúmmetrum af metani hjá okkur, sem er svona, það slær ansi nærri því að vera helmingurinn af því metangasi sem koma út úr gæju þegar hún verður í fullri starfsemi, sem er þó ekki allt metangasið okkar, að því við erum líka að vinna metangas úr þessum, úr urðunarstaðnum. Þar gerjast lífræn efni og við borum eftir gasinu þar, alveg í stórum stíl og höfum gert mjög lengi. Þannig að það er mikil framleiðsla á metangasi hjá okkur. Og sko ef framferð sem horfir þá verður umfram eftirspurn eftir þessu metangasi. Þannig að það er að klárast og við fögnum því að sjálfsögðu, en þá vakna spurningar hvort það sé að nýta þess að sömu ferla til þess að framleiða meira af því, af því metangas er alveg skelfileg gróðurhúsalofttegund. Hún er með svona bilinu 20 til 30 sinni verri heldur en koltvísýringur, en þegar þú kveikir í henni þá er hún bara með stuðulinn 3. Þannig að það að safna því og það að nýta það er best, en jafnvel bara það að safna því og brenna það er mjög sterkt líka, en við bara sjáum fram á það að það verði ekki raunin í bráð, því þetta er bara við þurfum ekki að vera að hækka verið af því. Já, það getur verið. En það er komið svona rauður þráður hérna í spjallinu, það er að ganga skynsamlega auðlindir, nýta bjargi sem best, sóa engu. Áslaug, af því þú ert nú formaður bæjarráðs og í Sjálfstæðisflokknum, þetta er nú eitthvað stef sem rýma bara mjög vel við okkar hugmyndafræði, sá stendur best sem fer best með. Algjörlega, heldur betur. Bingo, það er ekki til þess að bæta. Þannig að við eigum að tala fyrir þessum ástæðum. Algjörlega, og líka eins og ég hef verið að tala líka, sko, við erum líka flokkur sem gera það, en að líka efla einkaframtakið og atvinnulífið. Við þurfum að hugsa líka það, að það sé þetta samvinna milli hins opinbera og enga að gerast. Þetta er nú víst jólaþáttur. Hó. Þannig að ég ætla ekki að sleppa ykkur aðeins að þið kannski gefið hlustendum og áhorfendum okkar ykkur svona, því að jólin eru yndisleg, dásamlegu boðskapur og allt þetta, en þetta er náttúrulega neysluhátíðin mikla, við skulum ekki vera að þykjast neitt. Eigið ykkur góð ráð fyrir fólk sem vil halda græn og umhverfisvæn jól? Svona kannski fyrsta, og það náttúrulega stendur mér nær, það er að beina viðskiptunum í góða hirðin. Þar er, ef við skoðum hvernig úrgangsmál eru flokkuð, þá er svona þríhyrningur eða píramídi sem fjallar segir þér hvar þú ert að starfa, og það að endur nota hluti, það að taka stól sem einhver er búinn að nota og nota áfram, þar ertu með loftslagsfótsporið 0 og þú kemst ekki mikið neðar en það í þessu málu nema þú plantir trjám kannski, þá tölum og endurvinnur plasti. Já, þú tölum saman eftir 60 ára með trén. En þú getur líka kannski gert hann eitthvað upp sjálfur og þá er gjöfin orðið mjög persónuleg. Þannig að þetta er eitthvað sem við hvetjum fólk til að gera, og svo er svona annað, og það er aftur þessi sóun, þó svo að maður gráti það á COVID-tímum að jólahlaðborðin eru ekki lengur í boði, að þá er þessi, og maður hefur heyrt töluvert af auglýsingum bara à la carte jólahlaðborð. Það út frá umhverfissjónarmiðum er alveg rosalega jákvætt, af því að hlaðborð eru ekki bara frábær smitberi, heldur eru þau líka ótrúlega mikil sóun. Af því við höfum öll farið á jólahlaðborð og við höfum öll fengið okkur á fullan disk, bara hent helmingnum og farið aftur. Og þetta er það eru miklu betri leiðir til að neyta matar heldur en að fylla disk og henda helmingum. Mjög góð punktur, ég get nú sagt að á heimilinu mínu er engin matarsóun, þeir klára allt. Þannig að það er ekki áhyggjur af matarsóun á mínu heimili, en ég hef langt skeið svona því að ég er voða fettis fyrir fallegum pökkum. Þannig ég alltaf því ég fæ pakka, þá tek ég alltaf borðan og allt og pappirinn og jafnvel kortin og bara geymi þau. Og svo á ég bara svo góðan kassa og svo er þetta bara notað aftur og þetta held ég að skipti máli. Ég þarf ekki að kaupa borða hverju ári, ég bara nota það sem ég á og þannig að maður getur samt verið með fallega kassa en það er fallegar umbúðir, en það er bara allt svona sem maður endurnýtir, þannig að þetta er svona hefur verið mitt. Já, þá ertu svona eins og Gerður G. Bjarklind útvarpsþulur, hún er mitt geymir bæði jólapappír og gömul jólakort, klippir út myndirnar og býr svo til sín eigin ný og sendir fólki ári og ég einu sinni fengi þannig kort frá henni og ég geymi það af því að það er
er svo fallegt og persónlegt. En ég sendi ekki jólakort, það er ekki mjög umhverfisvænt. Nei. En Þú veist, ég leiðist að við ekki alveg fá þig. eitthvað þarf að vera. Þetta er fallegt, þú gerir þetta svona, ég var ekki að tala um það þannig, en ég var bara að tala um almennt, sko. Já, akkurat Gunnar Dofri Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum og samfélagsvirkni hjá Sorpu og Áslaug Hulda Jónsdóttir frá Pure North Recycling. Takk hérlega fyrir komin og gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Gleðileg jól.